tæknilegt. Já, komið sæl, Salóme Hallfreðsdóttir heiti ég og starfsmaður skóla á Grænni grein. Og bara aftur rosalega gaman að sjá hvað eru mörg hér í dag og bara takk fyrir að vera með okkur. Það sem ég ætla kannski að fara aðeins inn á tengist því sem hann Steinn var að fara yfir hérna áðan. Eins og segja, hann var búinn að endurskoða þessi skref 7, búinn að bæði þýða og staðfæra og gefa okkur einhvern veginn betri upplýsingar hvert skref inniheldur. Og það sem ég ætla kannski að fara aðeins yfir með ykkur stuttlega þá skref 2 sem að í gömlu skrefunum nefndist mat á árangri umhverfisstaðsins eða mat á stöðu umhverfismála. Mat á stöðu umhverfismála hét þetta í gömlu skrefunum en í dag heitir þetta umhverfisúttekt, ekki satt Steinn? Já. Þannig og í því þá ætla ég að fara aðeins yfir þetta hér, hvernig setjum við okkur mælanleg markmið og hvaða mælanlegu markmið getum við sett okkur. Og þetta náttúrulega eins og kom inn á þetta með því að skoða hvernig við erum að gera hlutin í dag, eins og í tengslu við úrgang, hvað fellur til mikið úrgangi og hvernig erum við að nota hérna rafmagn og þetta. Það gefur okkur rosalega góða mynd af starfi skólans, af þessum umhverfisáhrifum skólaeiningarinnar. Og með því að þá finna þessar tölur og fylgjast með því og taka þær svona, hvernig sem við viljum gera það, hvort við viljum gera mánaðarlega, 6 mánaðarlega, árlega, hvernig sem við viljum gera það, að þá gefur okkur rosalega góða mynd á bara þessum umhverfisáhrifum, umhverfisþáttum og sýnir starfið rosa vel. Þannig ég ætla kannski bara að fara örstutt yfir þetta. Og umhverfisúttekt eins og hann Steinn kom inn á áðan, þetta það sem gert í öllum svona umhverfisstjórnunarkerfum, eins og hann kom inn á, ISO 14001, EMAS-kerfin. Það eru til fullt af svona flottum kerfum sem eru notað í fyrirtækjum og svoleiðis og það það sem að náttúrulega grænfónin byggður á, hann byggður á svona kerfi. Og það sem að umhverfisúttektin gefur okkur, hún sýnir okkur hvaða þættir innan skólastarfsins eða innan skólans hafa bein eða óbein áhrif á umhverfið. Og þetta náttúrulega geta verið eins og þið vitið, þetta náttúrulega við erum að hugsa þessu hluti eins og úrgangsmálin og raforkunotkun og innkaup og þessar hluti sem við getum svona farið yfir. Og hún sýnir náttúrulega, eins og ég segi, þetta gefur okkur ákveðna yfirsýn yfir umhverfismálin í skólanum. Og umhverfisúttekt hægt að gera með ýmsum hætti og þetta náttúrulega bara eins og þið þekkið sjálf sem hafi náttúrulega verið að fara í gegnum skrefin og það náttúrulega þessi gátlistar eins og Steinn kom inn á hér áðan og sem þið hafi verið að skila oftar en ekki með náttúrulega skýrslum og sum hver gerir þetta árlega þó að kannski þið sækjum fánanum 2 ára fresti en þá höfum við séð að sumir gerir þetta árlega, fara yfir gátlistan og sjá breytingar. Og svo náttúrulega í svona umhverfisúttekt þá náttúrulega líka að vera bara að skoða labbum og skoða skólan og ræða við eldhúsið, hvernig málum háttað þar og bara farið svona yfir þetta. En svo líka hægt að taka svona mælingar og það kannski aðalega það sem ég ætla að tala núna. Hvernig og hvað getum við mælt og hvernig getum við gert það. Svona. Og niðurstöður úr svona umhverfisúttekt eru þó nokkuð, það gefur okkur ákveðin grunn að þeirri áframhaldandi vinnu sem við viljum leggja af stað í. Og þessi grunnur, hann hjálpar okkur við markmiðasetningu, hvert viljum við stefna og ég búið til þá aðgerðaáætlun. Og sýnir okkur líka glögglega hvort og hvaða breytinga eru þörf. Við þurfum að breyta hér af því hér er mikil umhverfisáhrif sem við viljum breyta. Og þannig að með því að gera svona umhverfisúttekt þá gefur okkur rosalega góða yfirsýn. Og þetta gefur okkur einnig grunnstöðu, eða svona baseline á þeim umhverfisáhrifum eins og kom inn á einn áðan. Þannig að þetta gefur okkur, af því að hugmyndin náttúrulega að gera, sem sagt, skoða stöðuna áður en umbótastarf á sér stað og það gefur okkur bestu mynd að sjálfsögðu ef við skoðum hvernig umhverfisáhrifin eru í skólanum áður en leggjum að stað í grænfónavinnuna þá erum við með grunnstöðuna og svo skoðum við þetta á einhverjum fresti, þá sjáum við bætinguna. Mér langaði að sýna ykkur bara örstutt hvernig þetta svona kerfi, eins og eru öll þessi ISO-kerfi,
EMAS-kerfi og þau líta yfirleitt svona út. Vantar nú hringinn, sést ekki, en þá er það ásett að vera hringur, svona ör hérna niðri sem ásett fara hring eftir hring. Er það? Nei, það sést ekki. En já, þannig að bara ímynda ykkur, það er svona hringur hér og ör. Þannig að það á alltaf að fara hring eftir hring. Og í öllum svona kerfum þá er bara mjög mikilvægt að byrja þessari umhverfisúttekt og það er alltaf það sem þið gerið í ykkar grænfónastarfi. Þið farið í umhverfisúttekt með krökkum eða hvernig sem þið gerið það, með gátlista og skoða og pæla og það er náttúrulega einna mikilvægt að gera það áður en við höldum á stað. Og mér langaði bara að taka dæmi meðan ég get það farið í gegnum þennan hring að ef við bara hugsum okkur skóli sem er að skrá sig til leiks í skóla á grænni grein fær náttúrulega þessi verkfæri hendurnar sem er gátlistinn og upplýsingar og alltaf leggja staði vinnuna, þá er eins og segi, skrefi 2 er það að fara í þessu umhverfisúttekt eða mat á stöðu umhverfismála. Og þá til að mynda kemur kannski ljós að óflokkaði úrgangurinn, 80% af öllum úrgangi sem fellur til í skólanum er óflokkaður. Það kom í ljós í þessari umhverfisúttekt. Við erum búin að skoða hvernig og fá upplýsingar það hversu mikið sorpið er og það er hægt að nálgast þessar upplýsingar hjá sorpsamlagi yfirleitt. Og við sjáum að 80% af úrgangi er óflokkaður. Og þetta fáum við út úr umhverfisúttektinni. Og þegar við erum komið þessa tölu, að þá getum við farið í það að setja okkur umhverfismarkmið. Og þá náttúrulega ber að taka fram að það er mjög mikilvægt að við setjum okkur raunhæf markmið, ekki kannski eftir 6 mánuði ætlum við hafa bara 0% óflokkað. Við þurfum alltaf að setja okkur mjög svona raunhæf markmið vegna þess að það er líka ofsalega gaman að ná markmiðum sínum. Og segjum sem svo að við ákveðum, setjum þessi markmið að við viljum draga úr óflokkaða úrganginn með 20% innan 6 mánaða. Það er kannski það viðmið sem við viljum nota. Við getum alltaf sett bara eins og við viljum hafa það, en segjum bara sem svo að við viljum draga úr því 20%. Og þegar við erum búin að koma þessi umhverfismarkmið, að þá förum við í næsta og það er þessi aðgerðaáætlun. Og þá er náttúrulega að spá við hvernig getum við gert þetta og það er náttúrulega hlutir eins og innleiða sorpflokkun og svo náttúrulega sáum við í umhverfisúttektinni að þyngsta og mesta sorpið kemur úr eldhús og mötuneyti. Að það er yfirleitt mesta sorpið kemur þar og þá hugsa já ok, þá náttúrulega getum við skoða hvernig við getum reynda minnka það og fara í kannski átak með nemendur og fá sér bara minna á diskinn og fá sér svo meira eða hvernig sem við viljum gera það. En það er bara einhver aðgerðaáætlun sem við þá setjum okkur og það náttúrulega nýtist gátlistinn mjög vel líka. Og eins og ég segi þá bara setjum við fram áætlun hvernig við ætlum að ná markmiðunum og svo þegar þessi aðgerðaáætlun tilbúin þá leggjum við stað í vinnuna, framkvæmum, innleiðum og gerum þetta náttúrulega bara skref fyrir skref. Og síðan er þessi síðasti, er vöktun, eftirlit og endurmat sem er náttúrulega mikilvægt að gera, að fylgjast með árangri. Og eins og þessu dæmi þá byrjum við með 0-stöðuna, 80% og svo settum við okkur 6 mánaða markmið og þá tökum við stöðuna aftur þar. Og svo náttúrulega er ekkert hætt, við hættum aldrei, þannig við setjum okkur aftur markmið og svo er þetta bara hring eftir hring og vinnum alltaf enn betur að þessum málum. Mér langaði aðeins að fara yfir þá hvaða mælanleg markmið getum við sett okkur í skólanum. Og það er ansi margt, bara við getum bara svolítið bara, látið hugan reika með það, en það er náttúrulega þetta típiska, við getum skoðað úrgangsmálin, við getum skoðað rafmagnsnotkun og vatnsnotkun og bara sem dæmi auðvitað þurfum við þá náttúrulega að leita eftir þessum upplýsingum, það getur verið stundum ekki hægt. En ég veit til dæmis bara sem dæmi að Reykjavíkurborg í útboðum Reykjavíkurborgar borgar til útboði til sorpsamlags sem hirðir frá skólum að í útboðinu kemur fram að þeim ber skylda að vigta sorpið, bæði óflokkaða og flokkaða. Þannig að þar til dæmis ætti að vera mjög auðveldlega hægt að nálgast þessu upplýsingar. Ég náttúrulega má ekki gera það en þið getið gert það fyrir ykkar skóla. Og svo þessi með raforkunotkun og vatnsnotkun að þar krefst þess reyndar að það krefst aflestrar að mæli. Og svo getur það náttúrulega verið flókið ef við erum með skólabyggingu og svo erum við aðra byggingu út á lóð og einhvern veginn þannig
það kannski krefst þess að við reynum að skoða þessi mála eins af því að ég heyrði í Orkuveitinu og þeir töluðu það að bara alveg eins og heimilum að þá þetta áætlun yfir árið. Það áætlun sem þeir gefa, þannig að við getum ekki beint fengið kannski upplýsingar hjá þeim, heldur ef við viljum hafa þessu upplýsingar sjálf, að þá verðum við að lesa mælum. Og svo eru hlutir bara eins og samgöngur sem ég ætla að koma með dæmi hérna á eftir. Varðandi innkaup, við gætum til dæmis, ef við bara tækjum til dæmis innkaup inn í hérna hringinn okkar og við sjáum í umhverfisúttektinni að X% af innkaupum fyrir inn í mötuneyti innlent grænmeti til dæmis. Og þá setjum við okkur það umhverfismarkmið að við viljum auka prósentu hlutfall kaup á innlendu grænmeti vegna sem við viljum helst kaupa íslenskt. Þannig að við getum sett okkur ýmiss konar markmið, bara þau markmið sem við viljum. Og það alltaf svo gaman að sjá tölur, eða ég allavega þannig, mér finnst rosa gaman að sjá tölur og sjá vá, við komumst hingað. Og svo eins og með efnanotkun, þar getum við líka látið hugann reika, bara sem dæmi, ég veit til dæmis að mörg ræstifyrirtæki hafa farið gegnum svansvottunarferlið og þar sá ég bara tölur til dæmis, ég held að þetta sólarræstingar, að þau breyttu frá því að vera með 12 efni sem við notum í daglegum þrifum niður í 4, notum við miklu minna magn af þeim og svo öll efnin svansmerkt líka. Þannig að við getum það reynd að finna okkur einhvern veginn svona tölur varðandi efnanotkun og svo náttúrulega líka bara, pappír og allt þetta. Svo náttúrulega fullt annað sem við getum skoðað líka, það bara eins og við getum skoðað mælt lýðræðið og þá náttúrulega það tengt þá kannski við náttúrulega grænfónastarfið og fjöldi nemenda í umhverfis í umhverfisnefndinni, fjöldi funda, við viljum kannski auka þá næsta ári hafa ennþá fleiri fundi eða hvernig sem við getum gert það. Hugrún mun koma inn á það á eftir líka, starfsnemin okkar sem kemur eftir mér. Mér langar bara að sýna ykkur örstutt að það er svo gott að taka úrganginn sem dæmi, að segjum sem svo að við förum inn í umhverfisúttektina og þá þetta markmið okkar, eða hvað segir maður, þetta aðgerðin okkar. Við höfum greint magn blandaðs og flokkaðs úrgang sem tilfellur í skólanum og það það sem við gerðum í umhverfisúttektinni. Við fundum út af því að 80% af úrganginum var óflokkað og þá erum við búin að tjekka í umhverfisúttektakassan okkar. Síðan markmiðið, við höfum sett okkur markmið að draga úr magni blandaðs úrgangs og svo þessi vöktun og endurmat. Við vöktum úrgangsmagnið og setjum okkur áframhaldandi markmið. Þannig að þetta svona eins og við gerum þetta í svona kerfum. Já, og svo langaði með þessa sýningu þetta. Hugmyndin okkur á landinu, okkur langar til ef áhugi fyrir að útbúa skapalón sem að skólar geta sótt sér hjá okkur. Og ég bara teikna þetta upp bara sem dæmi, menn þetta gæti verið dæmi af vöktun og úrgangi og auðvitað náttúrulega erum við þarna að taka einu sinni í mánuði, það þarf ekkert að vera svoleiðis, við gætum haft á 6 mánaða fresti eða árlega eða bara hvernig sem þið myndi vilja. En þá gætum við búið til svona skjal og þarna þetta skrá þyngd á óflokkuðu úrganginum. En eins og ég segi, eins og Reykjavíkurborg gerir þetta, þú getur líka hvað segir maður, fundið út þyngdina á flokkaða, þá getum við haft til dæmis óflokkaður úrgangur og svo kemur flokkaður, pappír, plast og þar fram til göttunum. En þetta allavega svona hugmynd sem okkur langar að kasta fram og eitthvað sem við gætum þá búið til, hugmyndir af líka, bæði skapalón sem þið geta bara sótt til okkar og hugmyndir af hlutum til þess að mæla. Þannig að svo langar mér, bara svona síðasta dæmi, svona áður en ég hætti og svo náttúrulega verður eitthvað spurninga, þá langar mér að sýna bara dæmi samgöngur. Nákvæmlega. Þetta svolítið skemmtilegt. En að þar til dæmis viljum við kannski leggja áherslu á vistvænar samgöngur og vistvænar ferðamáta. Og þar getum við til dæmis í umhverfisúttektinni í samgöngum, þar til dæmis getum við lagt fyrir samgöngukönnun, fyrir bæði nemendur og kennara. Og það eitthvað könnun sem ég á bara sjálf og get aðlagað
fyrir skóla og sent ykkur og svo aðlaðið því náttúrulega kannski bara að ykkar einingum. En það til dæmis, getum við lagt fyrir þess samgöngukönnun, fyrir nemendur og kennara, til þess að finna prósentuhlutfall þeirra starfsmanna eða nemenda sem taka strætó, hjóla, hlaupa eða ganga til vinnu, sem koma með einhverjum vistvænum hætti til vinnu og það þá þessi úttektin, umhverfisúttektin sem við förum í. Og svo setjum við okkur markmið og það bara stefna því að X fjöldi starfsmanna nemenda taki strætó eða hjóli eða gangi til vinnu. En auðvitað á þetta ekkert við allstaðar, ég meina við erum náttúrulega með skóla út á landi þar sem skólabíll, þannig að það kannski ekki hægt að endilega gera það, en það kannski hægt að finna aðra leiðir í því. Þannig þetta bara dæmi að einhverju sem við getum mælt. Þannig að þetta var ekki lengra hjá mér, en bara endilega ef það eru einhverjar spurningar, þá vil ég glöð svara. Já. Og endilega eins og ég segi, þegar við erum að taka allt upp, að þá þarf að vera míkrafónn í spurningunum. Já, góðan daginn. Daginn. Mér langar að velta fyrir mér samband við úrganginn, hvort að því sjálfu sér það ekki markmið að flokka sem mest, heldur markmið að minnka úrganginn, bæði flokkaðan og óflokkaðan. Hvort að inn í þessu sé það ætti að vera raun og veru góð nýting hráefna, þannig að raun og veru bæði óflokkaði og flokkaði úrgangurinn sé sem minnstur, þannig að það sé verið að nota aftur og aftur og endurnýta og jafnvel endurvinna í skólanum. Nýta verðlaust efni og svo framvegis. Algjörlega, mjög góða punktur. Þetta nákvæmlega þetta og það einmitt líka, þetta kemur líka berlega í ljós þegar við erum búin að taka þessa grunnstöðu og förum náttúrulega í vinnuna, að þá líka fyrir að sjá það, og það bara þannig, þegar við byrjum að flokka, þá allt inni fyrir að taka eftir bara rosalega mikið, hvað ég að bera svona mikið heim, eða hvað ég að bera svona mikið í skólan, af hverju svona mikið rusl. Þannig að það náttúrulega líka, eins og segir, það að reyna að mæla þá það líka og það kemur svo líka í ljós þegar við förum að flokka, flokka úrganginn. Að geta nýtt það og minnka það ennþá betur líka og það kannski getur maður líka þá séð ef við náum að hafa línuna með óflokkaða og svo flokkaða og svo sjá alltaf ár frá ári eða minna mánuð frá mánuð, við erum alltaf að minnka alla flokka. Nákvæmlega. Já. Já, það var eitt sem ég var að velta fyrir mig sem þú nefndir áðan með að mæla. Já. Hvernig mælum við lýðræði? Ég áttaði mig ekki alveg á því. Nei, nákvæmlega. Þetta við vorum að ræða þetta á skrifstofunum núna í gær, og þetta kom sérst hugmyndina að við gætum kannski mögulega mælt lýðræðið með einhverjum hætti og þá fórum við að hugsa, hvernig getum við gert það? Og þá kannski, við getum náttúrulega skoðað í tengslu við grænfánastarfið að við erum með x marga nemendur í umhverfisnefndinni þetta árið. Og svo kannski viljum við reyna að mæla, eða einhvern veginn kannski mæla hversu marga fundi við höfum og hversu margir koma að fundinum og svo kannski, við viljum kannski hafa fleiri fundur næsta ári og láta fleiri nemendur koma eða hversu oft skiptum við nemendur í umhverfisnefndinni. Þannig að kannski með einhverjum slíkum hætti getum við reynda að búa til einhverja tölur. En þetta var nú bara svona dæmi sem við reyna að finna eitthvað svona skemmtilegt öðruvísi. Endilega fleiri spurningar, ég held ég sé bara góðan tíma eða ekki? Nú ég komin yfir, já. Er þetta ekki bara komið gott? Heyrðu, bara þakka fyrir mig, kærlega. Já, ég kannski, þú kynnið þessu bara. Já, ég segi frá mér. Hvernig virkar það? Kemst þér? Og þú er svo mikið hár. Ég held að ég segi bara, á ekki bara að standa hér. En þú verður að tala til mig út af Þú bara klippa af. Við erum svo mikið og fallegt hár. Heyrst í mér. Heyrst núna? Já. Flott er. Við þurfum ekki að fara í klippingu eða neitt slíkt. Gaman að sjá okkur og komið þið öll sæl. Ég heiti Hugrún og er starfsnemi hjá Landvernd þessar myndir. Nú kannski ég segi ykkur bara stuttlega frá þessu starfsnemaverkefni. Þetta það komið til út af því að í fyrra vor fór á stað umræður á milli landverndar og námsbrautar í umhverfis- og auðlindafræðum
við Háskóla Íslands að koma á einhverjum konar starfsnámi þar á milli og þetta er sem sagt orðið að veruleika og þetta fyrst skipti sem þetta fer fram og bara vonandi verður þetta farsælt samstarf. Og þetta gefur okkur nemendum í þessum fræðum náttúrulega gríðlegt tækifæri til þess að bara kynnast starfsemi samtakanna og verkferlum og gerir okkur einnig kleift að vinna að einhverju verkefni innan veggja samtakanna, einhver sem tengist þeirra starfsemi. Og ég er einmitt að gera það núna, ég er að vinna verkefni hjá Landvernd sem tengist einmitt grænfónunum. Eða bara einfaldlega grænfónastarfið. Ég er í þessu verkefni felst að finna einfalt matskerfi sem mælir árangur grænfónastarfsins, sem kemur náttúrulega til af því að finna eins og Salome kom inn á áðan, að finna kannski einhverjar upplýsingar sem gagnast skólunum og Landvernd við þetta verkefni til þess að einfaldlega hafa einhvern grunn þegar farið í umhverfisúttekt. Og það sem ég er að gera, ég er að hafa samband, í fyrsta lagi er ég að hafa samband við samtök og aðila sem eru að annast grænfónaverkefni erlendis og fá upplýsingar hjá þeim hvaða aðferðir þeir hafa verið að nota með farsælum hætti til þess að mæla árangur af starfinu. Nú í öðru lagi þarf ég að nota þessar aðferðir, eða ég ætla að nota þessar aðferðir sem hafa reynst vel og falla kannski að okkar starfi hér, á íslensku skólastarfi og grænfánastarfinu og búa til nýtt matskerfi sem verður mjög einfalt og ég mun sennilega leggja það fyrir eitthvað úrtak af þessum skólum og niðurstöður af þessari prufukeyrslu, ef svo má segja, mun ég nota til þess að þróa frekara matskerfi. Það er kannski ágætt að það komi fram að ég vona að þegar ég náttúrulega er að vinna þessu verkefni og svo verður þetta mun stærra í mínum höndum vegna þess að ég ætla að nota þetta í mastersverkefni mitt. Ég er nú bara nýbyrjuð en ég er nú alveg með hugmyndir hvernig ég vil fara að þessu og þetta verður blanda af megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Ég þarf að leggja spurningalista fyrir þátttökuskólana og einnig að safna bæði eldri gögnum sem Landvernd hefur í fórum sínum yfir árangur grænfónastarfsins í þessi 12 ár sem verkefni hefur verið starfrækt hér á landi og svo verð ég líka að taka viðtöl við þá þátttakendur í verkefni og það verður eitthvað gott úrtak tekið. Og kannski þeir þættir sem ég mun skoða í þessu verkefni, þessari rannsókn, það eru náttúrulega bæði þau þemu sem þeir eru að taka fyrir, auðvitað eru ekki allir skólar með öll þemun eða sumir hafa bara kannski einblínt á eitt eða nokkur og svo náttúrulega þeir flokkar sem þið eruð að taka fyrir og reyna að draga úr sóun eða draga úr úrgangi. Og það eru náttúrulega orka og orkunótkun. Ef þið hafið tölulegar upplýsingar yfir það, hvaða árangur hefur fengist með því að draga úr orkunótkun. Úrgangur, þetta vinsæla efni sem við tökum alltaf fyrir hérna í grænfónastarfinu, hvort að mikill árangur hefur fengist með því að flokka rusli, hvort að það dregið úr úrgangi. Flestir skólar, eða mjög margir skólar eru kannski með upplýsingar það, hvort að hafi ekki dregið úr úrgangi. Vatnsnotkun, samgöngur, eins og Salome voru að segja áðan, hefur eitthvað breyst hjá skólanum. Eru krakkar farnir að ganga frekar í skólan eða hjóla í staðinn fyrir að fara með mömmu og pappa á morgnana eða starfsmenn farnir að hjóla frekar. Pappírsnotkun, það er náttúrulega bæði hægt að skoða það bara með því að skoða magnið sem fer í endurvinnslu kannski frá skólanum og eins hversu mikið er keypt inn, hversu mikið aðfengur eru. Líffræðilegu fjölbreytileiki, við ætlum nú að fjalla þetta þema á eftir í málstofunni. Það er hægt að mæla það með því að kanna þekkingu krakkana á líffræðilegum fjölbreytileika í þeirra nærumhverfi. Og líka náttúrulega starfsmanna, þetta er fyrir alla lýðheilsa, hefur verið lögð áherslu á það, hefur eitthvað breyst.
breyst hefur eitthvað heilsu átak farið á stað í skólanum, tengist kannski svona samgöngunum, áttagar, lýðræði, það er hægt að mæla það eins og Salóme sagði áðan, og viðhorf til umhverfismála. Og þetta er náttúrulega ekki tæmandi listi, þetta er bara eitthvað sem ég mun skoða hjá ykkur og fara í gegnum hvaða tölur höfum við, eða hvernig get ég mælt þetta, hvaða árangur hefur orðið af þessu starfi. Nú, af hverju er þetta mikilvægt? Af hverju er árangursmat mikilvægt? Nú, þetta er mælikvarði á umhverfislegan, samfélagslegan og fjárhagslegan ávinning af þessu verkefni. Og þetta við höfum ekki neinar upplýsingar svona á landsvísu, þar sem við getum dregið saman þessar upplýsingar frá öllum skólunum og sett saman og sagt, heyrðu, þetta er búið að gerast, svona mikill ávinningur var af þessu verkefni. Og já, kannski er gott að það komi fram að þetta er náttúrulega bara viðbót, bara jákvæð viðbót við grænfórnastarfið. Það var styrkjaverkefnið, svona kannski að veita smá utanumhald, bæði fyrir skólan og landvernd og er bara jákvæð viðbót við úttektirnar og aðra þætti í verkefnið. Það dregur ekki úr mikilvægi þeirra. Og með svona árangursmati það fæst svona fáið upplýsingar á hvaða leiðir, aðgerðir og verkefni að gagnast best í skólanum og þá getum við lært af reynslunni. Við erum komið með það mikið efni, við getum séð kannski eitthvað munstur, hvað er að virka og hvað ekki. Nú, og þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að fá svona árangursmat fyrir landvernd og þau sem fara með stjórn menntamála í landinu. Þá sjá þau betur hver árangur verkefnisins er á landsvísu. Og síðast en ekki síst er þetta bara hvatning fyrir skólana að gera betur, að hafa kannski, þið geti bæði sett ykkur kannski raunhæfari markmið ef þið hafið yfirlitið yfir árangurinn ykkar, bæði tölulegan og bara í formi viðtala eða umsagna. Og þetta er bara hvetur skólana bæði inn á við og út á við að gera betur. Það er bara gott fyrir skólana að hafa þessa upplýsingu til að sýna hvað við höfum gert og líka til þess að efla starfsmenn og nemendur til þess að gera enn betur. Ég vonast til þess að vera búin með þetta verkefni og skila af mér á vordögum 2014. Ég ætla að vera búin að finna út einhverjar aðferðir núna bara í haust, nóvember, desember og vonandi get ég bara fljótlega farið að hafa samband við einhverja skóla til þess að taka þátt. Já, takk fyrir.